Komið sæl og velkomin í þetta myndband. Ég nú búin að vera lengi á leiðinni með þetta. Þetta myndband Quizlet eða í rauninni hluta af því sem hægt að gera í Quizlet. Því að Quizlet kannski forrit sem að margir þekkja sem svona glósuforrit þar sem að maður getur búið til og fundið flettispjöld hitt og þetta og bara hér í rauninni viðmótið sem að mæti manni þegar maður skráir sig inn hérna sem kennari og það sem ég ætlaði hins vegar að fjalla í þessu meira hvernig við getum notað flettispjöld eða sett sem að við eigum með nemendum og ég ætla bara að fara hérna inn í sjáðu hér ég smelli hérna Your Library þá kemur upp það sem ég á hérna inni, ég með einhverja bekki, ég ætla ekki að fara inn í þá en ég ætla að fara hérna í flashcard sets. Þetta bæði set sem að ég hef búið til sjálfur eins og þetta hérna lagstæla persónu sem án reynda unnið á gervigreind fyrir mig. Hér ég til dæmis með spurningar, starffræðispurningar sem að mig langar að fara inn í spurningar og hérna get ég séð í rauninni, hér dæmið flettispjöld og hér fyrir neðan hægt að sjá í rauninni allt sem að inn í þessu setti. Ég get auðvitað bætt við og breytt og svo framvegis en síðan nefnilega hægt að gera hérna alls konar. Það hérna verkefni, spurningar og svo framvegis sem að kennarinn hefur auðvitað fullan aðgang að. En eitt af vandamálunum sem mér fannst lengi vel við Quizlet var að það var erfitt að koma stundum settinu til nemenda, sérstaklega yngri nemenda sem að gátu ekki verið skráðir notendur. Þess vegna þessi nýjung hér algjörlega frábær sem heitir Student Pass og ef að ég íti á það hér að þá sjáum við að hérna þarf engan aðgang, það engar auglýsingar og það hérna engar truflanir í rauninni í 90 mínútur. Ég get opnað þetta fyrir nemendum í 90 mínútur. Ef að þeir fara inn á quizlet.com/join og ef ég íti hérna á activate þá kemur þessi kóði hér og þá geta þeir bara í rauninni stimpla þennan kóða inn hjá sér og þá þeir komnir inn í og við skulum sjá hvernig það lítur út. Ég tek þennan kóða og færi hann hérna inn á, ég fer inn á quizlet.com/join sem nemandi og afrita kóðan hérna inn og þá sjáum við að ég í rauninni komin inn á þetta svæði sem kennarinn deildi með mér og ég get skoðað flettispjöldin, ég get valið þau hér og þá get ég farið í gegnum þetta hvort talin stærri -3 eða -7 eða -3 og ég get flettað upp á því og skoðað allt saman þetta hér. Ég þarf ekki að vera loggaður inn sem sagt. Hér fyrir neðan, ég get síðan ef ég fer hérna, ég get farið og beðið próf. Upp úr þessu þá fæ ég hérna bara svarmöguleika, spurning og svarmöguleika. Ég get líka farið í hérna bara svona pörunarleik. Ég get semst bara gert alls konar með þetta sett án þess að vera í rauninni með aðgang að minn eigin notenda aðgang að Quizlet heldur bara hef ég þennan aðgang að þessu svæði kennarans sem að við sjáum hérna telur niður og núna 88 mínútur eftir. Þannig að hérna get ég mér sér skoðað allt sem í þessu setti hérna og svo framvegis. Þannig að þetta rosalega góður kostur fyrir kennara sem að sérstaklega sem að kenna þá ungum nemendum að þeir ekki með netföng eða megi ekki verða notendur að Quizlet og þá þetta mjög snið til þess að deila og einu sem þarft í rauninni tölva eða einhvers konar snjalltæki sem nettengt og þá hægt að gera nákvæmlega þetta. Nemandinn getur sjálfur hætt með því að íta á X-ið hér en sjálfsögðu getur kennarinn síðan slögt á þessu hjá sér. Sjáum að ég hérna bara inn á þessu setti, grunnbúða spurningasettinu sem ég ætla að nota og sem kennari og hér möguleikin Quizlet Live. Þessi möguleiki ekki boðið fyrir þá sem eru skráðurinn sem nemendur eða eru nemendur á Quizlet. En ef ég smelli hér þá fæ ég upp þennan valmöguleika fyrst. Vil ég
láta nemendur spila í liðum eða sem einstaklinga. Þessu hægt að breyta eftir á, en ég vanalega vel liðin. Og svo hvernig vil ég að þetta birtist? Ég vil yfirleitt að það séu sem sagt spurningin sem kemur upp og að nemendur eigi að finna svarmöguleikan. Það það sem ég vel hér. Já, hér ég komin inn í leik sem kennari og þessu myndi ég varpa þá upp á skjá sem bara með skjávarpa geta nemendur að ýmist skanna þennan kóða hér með þá snjalltæki til þess að komast inn á þetta eða einfallega skrifa þessa vefslóð hér quizlet.live inn í Vafra hjá sér og taka þennan kóða og stimpla hann inn og ég ætla að fara hérna yfir í annan glugga og sýna ykkur hvernig það myndi líta út. Hérna fer ég inn og hér fæ ég að skýra mig af því að ég ekki skráður notandi hérna á Quizlet. Ef ég væri það, þá myndi nafni mitt einfallega bara sá aðgangur í rauninni gilda sem nafni mitt, en ég ætla að skrifa hérna og ég legg mikið upp úr því að nemendur noti sitt rétta nafn til þess að það sé auðvelt að því að það skýrist í rauninni þegar ég sýn ykkur hvernig það virkar að við skiptum handahófskennt í lið og þá sé mjög mikilvægt að liði geti fundið meðspilarana sína á hraðan og góðan hátt, þannig að það vont ef að það einhver sem heitir bara hérna Snulli eða Kisa eða eitthvað svoleiðis að þá alveg vonast að vita hver hvað. Þannig að hér svona lítur þetta bara út, velkomin Öddi og það bara býtu eða til að kennariðinn startar dótarinn og hérna sjáum við að þetta í grunnbúðurspurningar. Hérna inni hjá kennaranum hins vegar, þá sjáum við að Öddi komin hérna inn. Ef að Öddi hefði valið eitthvað svona nafn sem væri óviðeigandi eða jafnvel einmitt eitthvað svona sem væri ekki hans eigið, geti kennarinn mynd á að það eigi að nota sín eigin nöfn og þá get ég bara einfallega eitt út nafninu hér og þá þarf viðkomandi að skrá annan nafn. Hér líka hægt bara mjög auðveldlega að ef mér snýst hugur að hérna vera með þessar búða spurningar í starffræði og mér langar frekar að fara í eitthvað svona skemmtilegt eins og algebru spurningar, þá get ég bara svissa því hér en leikurinn ennþá svo sami, þannig að það ekkert vesen að ef mér langar að skipta sett eða sem sagt námsefni skulum við segja að þá þurfum við ekki að eyða út leiknum og nemendur þurfa að fara út og skrá sig inn aftur eitthvað slíkt. Eins hægt að skipta á milli þessara tveggja leikja hér, ég hef ekki prófað þennan blastleik en Quizlet Live ætla ég að sýna ykkur akkurat núna. Hér sjáum við að það komið 2 nemendur inn hjá mér en við ætlum aðeins að skoða hérna stillingar sem ég get gert. Hérna get ég aftur breytt því sem ég valdi áðan að ef ég hættu við að vera með þetta sem lið þá get ég breytt þessu í einstaklingsleik. Ég get valið hérna annarkvort að hafa kveikt á fastmót eða ekki. Þetta skýrist kannski betur þegar við skoðum leikinn sjálfan en vanalega þegar slökkt á þessu að þá liðin eiga að svara ákveði mörgum spurningum rétt í röð og ef að þau gera villu þá byrja þau upp á nýtt en þetta fastmót býður upp á að ef þau gera villu þá missa þau ekki í rauninni þau svör sem þau voru komin með. Hérna get ég líka breytt hvort að ég vil byrja á spurningunni eða svarinu og hvort að svarið þá skilgreiningin eða vil ég gera þetta eins og í Jeopardy að svara með spurningu. Hér get ég valið að í þessum leik hversu mörgum sinnum vil ég hversu marga sigurvegara vil ég áður en að leiknum lokið. Þannig að þá eru að segja hversu margar umferðir þarf að vinna til þess að klára. Þannig að hér nú yfirleitt hef ég bara verið með þetta stilt á 1. Þetta eins og nýjung. Vanalega voru þetta 12 spurningar en það oft aldrei fljótt að líða, sérstaklega ef þetta efni sem að nemendur þekkja vel og þá getur alveg verið freistandi að ef að settið líka stórt og mikið að bjóða upp á að þau þurfi að svara 18 spurningum rétt. Þá eru komnir fullt af nemendum og þá bara íta á start og við skulum sjá hvernig þetta lítur út fyrir kennaranum og þessu varpað á töflu þannig að liðin sjá þetta eins og kapphlaup. Fyrir hvert rétt svar þá fara þau einn rétt áfram og þetta bara spurningin hvaða lið fyrst til að svara 18 spurningum rétt. Það hægt að hafa stilt þannig að þau fara alveg niður í 0 ef þau svara vitlaust en eins og þau munið þá skiltu við það þannig að
að þau fara bara niður 1 fyrir þetta ranga svar og svo bara mikið aksjón þangað til að eitt lið stendur uppi sem sigurvegari.